Kæru gestir, mig langar til þess að segja ykkur frá því þegar ég sat á kaffistofu Þjóðarbókhlöðunnar. Ég horfði á jörðina út gluggann og sólin var eins og hún stundum í janúar og ég var nýbúinn að lesa úr Steypu Nýhils konkrétljóð, T og U og kirkjugarða. Ég hafði lesið í mig innblástur, kæru gestir, og í huganum hljóp ég engi. En þótt ég hlypi engi, kæru gestir, þá sat ég á kaffistofu Þjóðarbókhlöðunnar og ég sat og horfði út gluggann á janúarbirtuna og ég hljóp engi og ég kláraði úr kaffibollanum. En kæru gestir, það sem ég langaði til að segja ykkur að þegar ég innblásinn þá hleyp ég alltaf engi og ég sit og ég horfi á birtuna og ég hugsa, mér dettur í hug að ég vilji lifa í ljóðinu. Ég vil lifa í ljóðinu og ég vil, kæru gestir, af öllu hjarta vera til inni í ljóðinu. Ég vil, kæru gestir, lifa ljóðinu. En svo klára ég kaffibollan og ég stend upp og ég horfi ekki á birtuna og ég hleyp ekki engi. Það svo erfitt að vakna og hlaupa engi. Það svo erfitt að kaupa í matinn og hlaupa engi. Það svo erfitt að gleyma sér ekki. Það svo erfitt að klára ekki úr kaffibollanum. Kæru gestir, ég geng og muldra. Ég leyfi mér að falla ofan í klísjuna og kaupi rauðvín á leiðinni heim. Ég muldra, kæru gestir, því orðin eru blindandi. Ég innblásinn og ég sé allt skýrt af því að ég orða ekkert, heldur muldra það í runum. Kæru gestir, ég muldra af áfergju eins og ég drekki orðin út úr mér, því muldrið áfengt. Ég muldra og ég hlusta og ég muldra það sem ég heyri og það fullkomið. Ég tíni muldrinu síðar einhvers staðar á leiðinni heim. Ég veit ekki af mér fyrr en ég búinn að drekka úr hálfri flöskunni yfir afleitri kvikmynd og ég hleyp ekki engi. Ég óskýr og ég klára úr flöskunni og ég skrifa ljóð í dagbókina mína. Ég sit heima og horfi. Ég sit heima og horfi á What a Girl Wants með athugasemdum Amandu Bynes. Amandu Bynes finnst æðislegt að vinna með Colin Firth. Amandu Bynes finnst æðislegt að vinna með konunni sem var í grínþættinum á RÚV þegar ég var í 8. bekk. Amandu Bynes finnst æðislegt að vinna með konunni sem farðar á henni andlitið. Ég drekk mig hálffullan og hlusta á hvað Amandu Bynes finnst æðislegt. Það þriðjudagur. Ég veit að það þriðjudagur því að á þriðjudögum les ég ljóð og kaupi rauðvín til þess að hafa með ljóðunum sem ég skrifa aldrei. Það þriðjudagur og Amandu Bynes finnst æðislegt að liggja í allt of stóru rúmi í allt of stóru herbergi. Mér skilst að Amanda Bynes búi nú á geðveikrahæli. Ég fullur. Síðan vakna ég þunnur og ég hleyp ekki engi. Kæri gestir, ég vakna þunnur og ég hleyp ekki engi, heldur drattast í skólan og þunnur. Og ég skrifa dauðan í minnisbók. Það erfitt að drattast og hlaupa engi. En kannski, kæru gestir, kannski ef ég, í öllu sem ég hleyp upp Laugaveginn og öskra, ég skáld! Ég skáld. Kannski ef ég klára ekki úr kaffibollanum.
Kannski, kæru gestir, ef ég klára ekki úr kaffibollanum, ef ég horfi í birtuna og hleyp engi og stend ekki upp. Kannski get ég lifað af öllu hjarta í ljóðinu. Þá mun ég, kæru gestir, hlaupa engi. Takk fyrir.